Núna eru þið að hlusta á versta hlaðvarp í heimi. Karlakofinn og hvað er málum með? Úlfur. Já, það er Karlakofinn. Það er Karlakofinn. Karlakofinn. Og þetta er dálítið stórt skref, menn að við hliðina á okkur er myndavél. Það er alveg pínu rosalegt. Já, þetta er fyrsti þátturinn sem við tökum í mynd úr kópunni. Já. En við vorum í beinni útsendingu. Já. Í fyrra eða eitthvað. Og já, við vorum þetta líka tekið upp 2 þætti sem voru karlakví. Já. Já, ekki reyna á Þetta er eitt af þettunum. Já, og það sést núna, vegna þess að þeir voru í beinni útsendingu, það sást ekki okkur allir einu. Það sést þeir eins og ekkert í þeim. Ekki hallar aftur. Já, Ég finnst gaman að halla. Brýt stólinn. Já, þú ert að fara að brjóta sjálfa þig og stólinn. Það er gaman. Það er að fara að vera tvöföld. Þú ert að fara að meiða þig tvöföld. Það er gaman. Hvernig það er gaman? Það er gaman. Já. Hvað er í gangi? Það er ekki læstur það. Nei, það er ekki læst. Úlfur, getur læstur. Já, við viljum ekki að þau kom bara eitthvað gæja inn og drepa. Maður veit aldrei hvað að gera, þetta er bókasafn. Já, bókasafn er hættulegur staður. Já, bókasafn eru bara algengir staðir þegar fórum borta. Já. Máðu þetta ekki öskra því? Sem er ástæða þess af hverju við höldum að Guðmundur og Geirfinnur eru geymdir það er einmitt góð punktur. Það má ekki öskra á bókasafn, það er fyrir ástæðu. Það er fólk Hvað halda að sjá bak með enda bókasafn? Þið sjáu ekki að það er svona bil á milli. Þú getur ekki bilað á milli. Það er Hverski Guðmundur bara þar? Það er eitthvað annars. Já, hvað er í þessum kössum sem eru hann að bakvið? Ég veit það ekki. Já, í kompunni. Ég þarf að kíkja á þetta bókasafn. Nei, það er ekki. Jú, þetta er rosa. Kannski er þetta bakrúms þarna hinum megin. Já, þarna. Ef svo, þá eru Arnmundur frekar feginn þannig að hann elskar sundlaugarnar þar. Það er eitthvað svona Auka? Það er eitthvað auka dæmi. Aukaðni. Það er svona auka svona, veit ekki hvað það er. Nei, þetta er eitthvað. Hérna, en já, síðan líka, sjáu þetta ekki, en á baku myndavælinu eru 2 kassar svona stórir frá gólfinu. Já. Og þeir eru svartir og þeir eru ekki þungir, þeir eru mjög léttir, hann eru tómur innan grilla. Það er kannski bara líka henni, hver veit. Já. En er það samt ekki æðislegt, kæru núna áhorfendur af þeim sem hlusta á YouTube sem er engin, að þið fáðu loksins að sjá kompuna frá góðu sjónarhorni án þess að ykkur eins og Arnmundur sé alveg á flegiferð með síma að taka upp Instagram story og tróða þau upp í andletið mitt. Fólki vill fá þig. Við skulum hætta ekki verið að rífast núna. Ég var ekki að rífast. Þið voru víst að rífast saman. Ég er pirraður. Hvenær? Ok, nei, núna byrja þetta aftur. Ég er pirraður. Úlfur! Ég var einmitt umræðinu í dag. Já. Já, þetta er reyndar eitt sem ég ætla ekki að segja. Ég er komið nýja tíma. Já. Loksins. Og þú ert við hann Kristján. Kristján heitir hann Ólafsson. Já. Með þetta jasified andlit. Já, þetta er þið sjáu þetta. Ég mun aldrei aftur segja þetta. Þið sjáu þetta örugglega ekki. Nei. Eða bara slökk. Það er náttúrulega enginn að horfa á YouTube sko hann. Nei. Já, Kristján. Af hverju erum við að taka þetta upp? Nei, en ég ætla að tala hvað TikTok er mikið geimar hér. Já. Þannig að þú ákveður að fara á TikTok og spila fullt af TikTok fyrir hlustendunar. Nei, það var eitt hérna. Ég er alltaf að fá svo mikið einhverju Andrew Tate og Sneeko-rugli Já, á ekki þurfa að TikTokinu. horfa á þetta. Ég veit ekki af hverju ég fæ þetta svona mikið. Já, hættu bara að horfa á þetta. Eitt sem er mest
Það eitt hljóð á TikTok. Það eru mörg fyrir hljóð. Spilaði fyrir ykkur. Já, mamma. Helmingurinn af hljóðunum. 3/4 eru hræðilega. Örgulega meira. Nei, ég ætla að spila fyrir ykkur eitt annað. Þetta hljóð á TikTok. Já. Og ég bara sendi ykkur þetta. Og ég held að fólk á TikTok heldur að besta leiðin til að vera frægur á TikTok er að gera öll grínin í einu. Og hér fá það að heyra hljóðið. Sem já, og leður spá upprunalegu hljóði kemur frá Game Kids 52. Game Kids 50. Það frábært nafn, sko. Það eins og Young Money Clan. Hvað þetta fara inn í appið, ekki? We just got a new member for the Young Money Clan. Open up. Let's hit the gritty for the... Okay, Super Idol Bing Oh, Bong. yeah. Good soup, she said she was 12. What the dog doing? I like it crunchy. Chupapi mangango. You smell like a baka. Evan Yeager. Can I get a oh yeah? Ég held að... Super Idol Bing. Slöktu á þessu! Þetta er bara nýtt. Þannig að ég man þegar minn góði vinnur Ívar sendi... Ívar Norski. Já, Ívar Norski Babronski. Ég ætla að byrja að kalla hann Ívar Norski með þeim þetta. Og þannig að hann sendi þetta einu sinni. Og þannig að ég hafði aldrei séð eins vont á ævi minni. Já. Og mér líður eins og þessi gæi veit. Hefurðu séð alvörunni vídeóið með þessu þarna hljóði, Mattías? Ha? Hefurðu séð alvörunni vídeóið með þessu hljóði? Með þessu? Já. Það er literally þessi gæi í svona svaka blómaskyrtu eitthvað á einhverjum svölum þarna út í útlöndum og þarna það er eitthvað komment sem eitthvað can you sing all the memes eitthvað og hann kemur með eitthvað smaka musical number eitthvað. Það eru, Úlfur, hætt að halla, það sést ekki hausinni en það eru að halla. Einmitt. Maður sjá, já. Já, enginn vil sjá mig. Nei, ok, hætt það frá halla. Öllum langar að sjá kynþokku fyrir andlitið þitt. Hvað var þetta? Það er ekkert. Nei, alveg, hvað var þetta? Nei. Nei. Þú veist ekki að eyða stefningin hérna, Hafnundur. Nei, Já, þetta Gerir já, þig fyrir því að þú Hafnmundur, ert mjög góður í því. Já. Já, nei, þetta er bara Ég skrítið myndavélar gerir þú skrítið. Það, Já, ég nenni ekki að hafa þessu myndavélar. Já, fokkið ykkur. Já. þeir eru trubla okkur ógeðslega mikið. Hættið að Já, horfa á- trullar út. Já. Já, fara út. Djöfull er þið leðileg. Já. Ég ætla að trufla á Mesko og við þurfum að horfa á okkur. Já. Það er roðsandi. Það er ekki, þú bara láti hún Já, ekki. já, við skulum láta En þá ég kom með eina, þetta var eina snúum umræðan. Já, þessu bara. þetta er ógeðslega óþægilegt. Snúum þessu. Já, sorry. Svona. Og þetta er alltaf ná líf. Vá. Vá. Þannig já, það var sko, já, skjáurinn að sína okkur hvað var í Já, gangi hér. það er bara ekki þægilegt. Þetta heila. En já, hvað, já, nú er ég búin með eina umræðan við tína. Já. Ég kom. En já, hvað, gerðu þið eitthvað skemmtilegt í gær? Ég ætla að segja gær, nei, helgina, við erum búin að vera... Við gerðum eitthvað í Við gær. fórum kringluna. Kringluna. Við fórum í Sveinsbakari. Sveinsbakari, kringluna. Við töluðum bíríl Já. og hvað þessu fucking þunglinislegt Reykjavík getur verið. Já, Á köflum. við fórum svona göngutúr Reykjavík í kring svona Ármúla og þar. Já. Og þetta er sorglegasta svæði í Reykjavík. Ármúlin Já. og það. Það er svona það sem hún ferð á milli svona 2 stór hús, það eru svona bílastæði, þetta er svona drungalegt umhverfi. Já, já. Svona stórt húsasund, Já. svona baksvæði þar sem sendibílar koma svona. Já. Það er mjög dularfullt. Já, já. Hvað langar ykkur að fara að sofa eða eitthvað? Nei. Heyrðu, ég er að hagla mér, shit! Já, þetta, þú ert að bara tala við fyrir þetta, sko. Ég er með ADHD. Já, Úlfur, Þetta hættu. er bara... Má ég gera þetta í staðinn? Nei. Nei, ég er pyrrljóð. Fuck. Pröfaðu frekar að... Ég skal gera þetta. Já. Það er svo mjög erfitt að gera þetta. Akkur er þetta að gera þetta? Því að þetta, ég er allavega að gera eitthvað. Já, ok. Ég verð að gera eitthvað. Ha? Okay. Þetta er svo erfitt þetta er. Já, ok. Ég verð alltaf að gera eitthvað.
Meðan ég er að tala. Já. Já, það er bara Úlfur nefnilega svona að halda saman. Hann er að fykta með fingrunum bara. Ég er að putta hann. Já. Fyrir ykkur sem er að hlusta á Spotify. Hvað er það að gera Arnaldur? Út af þú í tímanum? Ég er að leita umræðunum. Já. Það er nefnilega ekkert búið að vera mikið í gangi síðan Nei, það er vikuna sem er búin að vera í gangi. Það er eins og vildir ekki að áhörundurinn verður að heyra eitthvað eins og Arnaldur var að fara að segja eitthvað sem við mátt Nei, ekki segja. þið vildi ekki Svo Arnaldur var að fara að segja ennórið eða eitthvað. Já, og líka, bara segja ykkur, ef þessi þáttur fær 20 like á Spotify, þá segir Arnaldur ennórið í beinni. Úlfur ætlar að gera það frekar. Hann er búinn ákveða að gera það. Það ég heiðurinn. Já, hann fær heiðurinn. Það segir ennórið í beinni. Mér langar samt að heyra Arnund segja það. Nei, takk. Það er svo óspennandi að heyra mig segja það. Já, ég vil ekki vera cancelled, sko. Þér er alveg til saman að vera cancelled. Þú ert hvað sem er cancelled, þannig að það myndi ekki breyta mig. Hvernig er ég cancelled? Þú ert cancelled eftir að þú hringdir í geimstöðina. Já. Þú ert að vera cancelled í langan tíma, kallar hann svo. Ó, já. Já, fólk vil ekkert heyra í mig. Nei. Það er alveg bara hashtag. Þetta er þessi FM95 blöð. Það eru tveir finni kallar og eitt cancelled. Já, og það er allir að Twitter að segja eitthvað hashtag Úlf úr karlakona, sko. Já. Það er allir mjög reyðir. Já. Hvernig var það þátturinn? Ég hef ekki búin að hlusta á hana þá. Nei, það var bara eitthvað. Ég man ekki til að tala um það, sko. Við vorum bara á ykkur þegar við gerðum þennan þátt, sko. Aha. Það er bara fullir. Ég man ekki til að tala um þetta. Já, þið gæti bara að vera fullir. Ég man ekkert sem gerðist, sko. Nei. Ég held að það var fullir tekið upp en að þetta með voru fullir. Nei, ég man actually ekkert hvað gerðist. Nei. Það er bara bestali. Það mun ekkert að gerast. Já. Maður er ekkert að pæla í þessu. Guður, strákar, það er október 2022. Tími líður. Síðan nóvember og síðan desember og síðan í janúar 2023. Já. Og síðan janúar, februar, mars, apríl og áður en veist það, þá komið sumarfrí og við erum á leiðinni 10. bekk. Fólk áttur að segja mig, you're looking grey, Úlfur. Og ég var bara svona eldgamall. Tíminn líður hratt, Úlfur. Þú áður en þú veist, það voru 83 ára. Já. Og allir og segja, hvað gerði þessu líðum? Svona, ég vissi, svona, það er alveg ótrúlegt að þegar ég fór í shit ég 60 með afa mínum, var í desember í fyrra. Já. Mér leiði svo að hafi verið í síðustu viku. Mér er líka skrítið sem ég fór tvíhæðarsýninguna. Já. Það var líka desember. Já. Það er búið að vera svo mikið í gangi á þessu ári. Já, mér líður eins og sé sko byrjunin árinu. Alltaf þegar ég byrjun í skólaári, þá líður mér eins og sé svona janúar. Líka það er februar núna. Já. Þetta er... Já, og líka þannig að það er 1 ár núna sem við tókum upp fyrsta þáttinn í karlakonum. Síðust þáttaröðinni. Það sem við tókum upp stefarna sem þú var svo leiður yfir. Núna get ég ekki flúið frá þessu andskotans tré. Já, þetta tré, það er ekkert annað TikTok af mér. Tré og Úlfur og Arnaldur. Segir mér að ég er ekki einn á að það er silfur konu að labba á ströndinni, fylltar. Ha? Ha? Já, það er... Ok, en ég er særlega á TikTok. Það er ekki trúslega mikið fólki, en ég veit að fólk engum langar að vera þarna. Og þetta er svona filter. Það sem þetta tekur hana andlitum hans og setur það á svona þrívítarmódel að silfur konu að labba á strönd. What? Og lagið sem er undir er eitthvað að taste the biscuit, taste the goodness of the biscuit. Og þetta er svo mikil steipa maður. Og ég veit að og þetta er svo mikið bara var að læra að ég er ekki allir á Silver Lady, Chrome Lady TikTok heitir þetta. Og ég var að læra að ég er eitt af fáir sem er og alls ekki allir er. Mér langar að auðva TikTok núna. Þetta er ekki neitt. Svo mikið geimasýra. Já, eitt þessu bara núna. Já. Núna. Þú ætlar að eyða fyrir endan þessum þetta. Nei. Jú. Hvað er þetta? Er þetta fíkn neðar?
Jú, mér heyrist það að þú Ég literally, þú veist TikTok ekki appið sem ég mest á í símanum, sko. Og ég fegin. Ég finnst literally bara TikTok ekkert vera neitt sérstaklega þess að það sem ég mest gaman af ekki, þú veist, TikTok. Nei. Ég ekkert alltaf í stuði fyrir svona 10 sekúndna, þú veist, svona lítil vídeo, skilur, sem að svæpa niður. Ég nenni því ekki. Ég vil bara svona korter eða 20 mínútna vídeo og einhverju skemmtilegu. Já. Það svona vel ég YouTube. Já. Hvað, ertu það á YouTube sjálf? Nei. Andskotin hafið það, Arnmundur. Hvað var ég að segja þér? 15 til 20 mínútur svona full vídeo. Já, þú vilt ekki eitthvað svona sem að svæpa niður. Já. Er þið Úlfur? Hvað? Hlustar þú Talking Heads? Nei. Ok. Það ekki? Það er bara þannig. Við erum ekki að reyna að hafa ykkur óþægilega þetta, Arnmundur. Það líka virkar ekki hvað sem verna þess að það enginn að horfa á þetta nefnir. Já, núna veit fólk að þessu og þá fyrir það kannski að horfa. Ég er jákvæður, ég er happy baby. Úlfur, hann er jákvæður, svo hvað hann er glaður. Já. Hann er dansandi. Look how excited I am. I don't talk man scared. Geggjaði þættir. Ég er þeim ég er svo ofmennir. Nei! Ég skil ekki hvað er það gaman við það. Út af því að það er settur mjög mikil metnaður í það. Já, ég er ekki að segja að segja lítið með það. Ég bara skil ekki hvað skellett. Hvort er bara ég. Og þarna húmorinn er góður. Ég sýndi pappa mínum þetta. Þarna sjónvarpseríuna sem kom út. Og hann hló ekki neitt. Og ég var mjög leiður. Þetta eiga að vera svona hryllingsþættir. Já, þetta er comedy horror þættir. En mér finnst þeir ekkert særilegir. Það er aðalega þættinir á YouTube sem eru, þú veist, þeir. Já, ég er búin að horfa. Já, ertu búin að horfa, en svona sjónvarpserían, hún er miklu minna, skilur. Það er miklu meira, þú veist, Garnir. Af hverju þetta horfa með þetta tala um þetta? Garnir og þannig að þess að ég nenni ekki að horfa á Ská. Já, ég veit ekkert hvað það tala. Ég get bara, þú veist, gert þetta, skilur. Þú veit að stara á. Ég var að gefa eitthvað smá túrumkompuna. Já, heyrðu. Smá túrumkompuna. Nei, Úlfur, ekki svona, Úlfur, nei. Nei, sestu. Óþegur undir. Úlfur. Óþegur undir. Farðu aftur í sætið þitt. Hann er að, já, nei, við bara hérna er viftun okkar, þetta er Geir, hann er viftun okkar. Já. Geir, viftun okkar. Nei, ég veit ekki. Þetta er hann Geir? Greinilega. Ég veit ekki út hverju ég sagði bara Geir viftun okkar. Já. En þetta er viftun okkar Geir, hérna, hvað gerst á Íslandi 1980, hvað gerst á Íslandi 1984, hvað gerst á Íslandi 1983. Upp á spækunar að smatta. Ótrúlega mikið af bókum, hérna, hljóð, tæki. Það passa að það er ekki umgilu. Hér er gluggi þar sem við getum sér listasafn Íslands. Ekkert í gangi í glugga. Sem er oftast opinn út af fáránlega þungt loftin í þessari kompu alltaf. Hérna er tækið okkar. Já, hérna tækið okkar sem spilar hljóðin. Hérna er þetta useless fucking. Já, þetta eru reglurnar og eitthvað hannig. Já. Hver lést þetta maður? Þetta borðið sem er hægt að hækka og lækka. Já. Og það er eiginlega alltaf þjáið. Hérna er leikillinn. Hérna er mækinn minn. Hérna er mækinn hans Arnmundar. Hérna er mækinn hans Smatta. Og hérna er fyrrverandi mækinn hans Smakka. Sem við tölum ekki um. Þau skildu í fyrra, Maggi og þessi mæk. Það var erfitt samband. Og erfiðan skilna. Já, það er þetta að segja hann saknar hans. Hann er einum hana. Já. Þú veist, sjá hennar mæk bara. Ekki bara mækinn. Ekki bara þessi mæk. Ha? Líka Mike Wazowski. Ég vil fá Mike. Þú vilt fá hann? Já, Úlfur. Þá getur hlakað til jóluna. Ég veit ég þoli hann ekki en Ok, Úlfur. Sko, ég örugglega skrýtnast og svona love-hate relationship bara í heiminum er á milli þín og Magga. Ég veit ekki, þú þaknar hans og hatar hann og hann elskar þig nema samt er hann alltaf að gera eitthvað skrítið við þig.
Hann Nei, hefur en þú veist, hann eitthvað, ég elska Úlf og síðan ætla að stela sætuninn í skólanum, þú veist, hvað í gangi? Hann þolir mig ekki, sko. Samt hann alltaf að reyna að knúsa mig og hann strýkur svona læri mig. Þetta því bókstaflega haltu mig, slepptu mig samband. Já, nema þetta bókstaflega, maður getur halda á. En svona flest haltu mér samband. Þau svona eru, þau svona kannski 1 mánuður, það sem maður á þessari skoðun og næst mánuður þessari, en þarna, það bara 5 sekundur og þá eru þau bara að skipta alveg skoðun og hvern annan. 1 sekundu, þá eru þau að líða og síðan næst, þá eru þau bara bókla að berja hvern annan. Hvað? Úlfur, bara, núna þú hans að vita Ég mun aldrei gleyma stundinni sem ég hafði með Magga og Reykjum. Þegar þið voru fyrir rúmunu. Þegar þið voru að líða? Já, þannig þú Já, þetta var hrekkur. Og það samt? Munið þegar ykkur pissaði á Úlfi í herbergjan okkar og Reykjum. Þetta var ekki hrekkur. Hver var það? Ég veit það ekki. Við deytum því allir. Ég man einu þindi á bara 1 nóttin og við fórum við vögnum og það var búið að pissa fucking gólfi hjá okkur. Hæ? Það var nóttin eftir að þeir komu því 20 manns inn í herbergjan okkar. Nóttin eftir það. Já, ég man, allir höfðu svo mikil áhuga að komast inn í herbergjan okkar. Nei, ég byrla. Allir elskuðu herbergjan. Enginn pissaði á gólfi okkar. En það komið svona 20 strákar byrja ofan inn í herbergjan okkar. Já, það var algjör drauma heimi fyrir Ég hef það gerst líka við sem voru skáa móti okkar en við hliðin hjá þeim og ég held að það verið þröstur og einhverjir. Allir halda í sig gay. Ok. Þetta var mjög, þú sagðir þetta allt í einu. Hver halda það? Snorri, ég nefni ekki fleiri nöfn. Nei. Já, það er saman hér, mjög ekki halda í sig saman hér. Hvernig? Ég sé það ekki. Ok. Ég er ekki ég ætla bara að segja ykkur, kynhneigð mín er ekki eitthvað fyrir ykkur til að vita og það eru mjög fáir sem vita það. Já. Ég fáir sem vita ykkur af því. Það bara kemur ykkur ekki við, mér. Nei. Þú ert leið núna að hann tristir ekki fyrir þessu, Úlfur. Nei, ég bara spáði hvort þetta sé ætilegt. Nei, Úlfur, þetta er plast. Hvað heldur þú? Þetta er plast, borð og pappír, auðvitað er þetta ekki ætilegt, Úlfur. En og svo við klórum að það hans fyrir þig og Magga, getur þú bara hans útskýrt hvað er í gangi með þér? Þú hefur aldrei útskýrt það almennilega. Mér langar bara hans að fá. Nei, ég vil ekki bara fara í flug eða eitthvað. Nei, ég þoli hann ekki. En af hverju saknaði hann það ekki? Ég sakna hversu mikið ég þoli hann ekki í kompunni. Ekki bara fara í flug eða Þetta er það sem þú varst að leita af allir í næði. Já, en mér finnst þetta mjög skrítin. Þetta er ekki Sögustundin okkar. Þú sagði flugur. Við erum bara sögustundin okkar, Ok, allir lagi. Já, kom daginn að velkomin í sögustundin okkar. Í dag höfum við kæran gest og það er Ólafur Ingvarsson Blöndósingur Blendingur. Góðan daginn, Ólafur. Ég er háður fíknefnum. Ok, Ólafur, ekki best leiðin til að byrja það. En já, þú varst að opna nýjan veitingastað og hvað sé skemmtistað á Blöndósi. Þetta er strippbúla fyrir endur. Sko, já, strippbúlur og þjónað grjónagrautum. Þú gerir grein fyrir því. Er það ekki? Og já, þetta er endur. Já, hvernig virkar það? Það er mjög mikið öndum á Íslandi. Já, svo sannlega. En hvernig virkar það? Hvernig vita þær að þeir... Tittlingarnir líta út eins og rennibraut. Ok, hvort eru endurnar að strippa eða þeir eru að strippa fyrir endur? Endurnar eru að strippa. Já, en endur eru venlega ekki í fötum með það? Nei. Hvernig virkar það? Ólafur. Hvað er ég að gera með lífið mitt? Ólafur, tala í mikrofónin, please.
Hvað ég að gera með lífið mitt, maður? Ég búa til einhverja strippbúlu fyrir endur. Já, sem björ blöndu sem maður, Jesús. Já, en hér hefur við mitt bróðir Ólafs. Já. Þú heitir Ingvar. Já. Þannig að Ingvar Ingvarsson, hvað segir þú? Þú varst að opna skemmtistað á Súðavík. Já. Þetta svona... Nei, bara Eskifirði. Ég man það ekki. Nei, ok. Gæti líka verið Vík í Mýrdal, ég man það hann ekki. Já, ég þekki ekki landsbyggðuna nógu vel. Já, en já, hvernig staður er það? Þetta svona, þetta er svolítið fyndið, sko. Þetta er svona staður. Ólafur, hafðu hljótt. Ferði svona í kjallara. Það eru svona geitungar. Með málningu, sko. Og þannig að það er svona, þetta leikir í málningu. Það er málning, þetta skvettinni á því. Svo koma geitungar að borða málninguna. Svona stuð fyrir fólk sem svelgast. Borðar geitungar nokkuð mikið af málningu? Já, það er bara eiginlega eina sem við borða, sko. Já. Það er gaman. Já, hvernig málning fagnar af húsum, það er bara geitungar að borða hana. Já, það er bara Já, þannig að þú ert menntaður geitungafræðingur í háskólanum í Phoenix, þegar ekki? Jú, Ólafur, hættu að fucking grænja. Já. Það er Ólafur. Já. Aumingi. Já. En já, Ingvar. Já. Þannig að þú ert menntaður geitungafræðingur frá háskólanum í Phoenix. Já, geitungar, þeir eru alltaf verið svona litt aðal Já, þú sé ekki geitungar í Phoenix. Nei, því miður. En ég hef samt alltaf haft mikið áhuga á geitungum. Þannig að þú ert núna rektor geitungadeildarinnar í háskólanum í Phoenix. Já, ég er rektor og ég er að kenna ungu börnunum málningar. Er mikið af fólki geitunga? Er mikið af fólki sem læri geitungafræði þarna? Það kom einn í fyrra, hann reyndar hætti eftir eina viku. Annars ég bara fengið 3 síðustliðnum 18 árum sem ég hef verið rektor. En á hinum tímanum þá er ég bara á öllum þessum tíma er ég bara að æfa hvað ég ætla að kenna ef það myndi eitthvað sem að koma fólk. Já. Kemur voða lítið fólki. Er það satt að þú hefur verið þekktur fyrir að berjast stúdenta þarna? Já, það var gerðist með málum fyrsta nemandan sem var með haustið 2006. Já, þá kom nemandi og hann sem sagt stal málningu. Þú barður hann? Drakk nokkur. Drakka málningu, ég skur. Já. Er það satt að þú ert búin að hýðalega húsið svona mikið eftir að hafa stundar geitungarækt í kjallaranum og sjálfa alltaf borða veggina? Já, hvernig fréttir það því? Nei, bara því þetta hver sagði frá þessu? Nei, bara þetta í kjallaranum á Albyggingaháskólans var að synja. Já, En já, ég kom aftur til Ólafs kannski. Já, ég þarf að fara. Já, en já, ég ætla að fá miklu bræður út af. Já. Hérna við strippbúlu eiganda og rektor geitungarfræðideildarinnar í háskólanum í Phoenix. Ólafur, hættu að grænja. En er það sagt að þið í ástarsambandi? Nei. Nei. Hvað varstu það? Já, D.V.A.F. Já, D.V.A.F. segir aldrei neitt svo. En er það þetta þið eruð með fyrirtæki sem selur vændi? Þið 2 stjórnir því saman. Við seljum hvað ég var að segja honum það? Já, vændi fyrir kanínur. Vændi svona sem fyrir kanínur. Bara vera vinsall business eiginlega svona síðan 2013. Það kom okkur á óvart hvað þetta gekk vel sko í business bransanum sko. Já. Kanínur sem fá að gera það við aðra kanínur sem fá að gera það við manneskjur.
Þetta er svona leið til þess að túlka hvað fólk hefur gaman að skrýtnum hlutum. Pínu bæði bara. Sumt fólk kemur með... Svona allt þetta sem við erum að búa til sérstaklega skemmtist að vera fólk með skrýtustu kink sem verundir geti nokkuð tíma búið upp á. Veistu hvað, ég held að við ætlum að enda þetta hérna. Já. Takk fyrir þetta. Já. Þetta er örugglega mest creepy fucking bróðir sem ég veit einhver sem stofnar einhver skemmtistað þar sem fólk fer að skvetta málningu og veggi og koma einhverju geitungar að borða málninguna og eitthvað hvaða skemmtistaður það? Rækta geitungar í málningar leiksvæði Hvað er skemmtilegt við að horfa á það? Ég veit það ekki. Og líka því háskólafræði í háskóla sem er ekki geitungafræði í háskóla sem er ekki geitungar. Bara háskóli Phoenix Arizona. Phoenix Arizona. Arizona Root. Já. En þetta er auðvitað Ari Gunnarsson, læknir í Florida. Já. Sem er Arizona fengið nefnt af fyrr. En annars að við höfum, við vorum að ræða í gær hvaða staðir í Ameríku væri á Íslandi skilur, eins og Búðardalur, Ohio og Breiðholti Detroit og eitthvað svona. Og hvað var aftur Florida? Það var höfn, ekki? Það var ekki Kópavogur eða eitthvað. Nei, það var Texas, já. Texas er Kópavogur. Ekki höfn, Florida. Reykjavík og New York, en hvað er Arizona? Ég var að spáði í því. Hvað er alltaf að gera? Það er ekkert að gerast í Arizona. Það er ekki svona Víki Mýrdal eitthvað. Er ekki svona Víki Mýrdal? Nei, það er Vopnafjörður. Hvað er að gera í Arizona? Arizona er nefnilega alveg, nei, ég veit hvað það er. Hvað? Það er svona staðurinn, hvað heitir það náttúr? Við erum að læra hennan stað í samfélagsfræðum daginn og það var svona mikil fíld þarna. Já. Wow. Oh my god. Er þetta Be Real? Sendu Be Real. Be Real, við vorum að ræða þetta í gær. Hvað ert þú komin Be Real? Nei, fuck, ég tók. Og þú ert þá eftir að adda inn Eddu Björgvins sem er á Be Real. Já. Ertu vinur hans Hemma Stuð á Be Real? Hann er alltaf bara Nei, einmitt, hann er bara á þessu TikTok Now. TikTok núna? Já. Þetta er rosalegt. Yeah. Núna? Af hverju ekki bara á eftir? Segi ég nú bara. Af hverju núna? Já. Hvað var að gera núna? Segi ég það sama. Wow. Hey, Be Real. Oh my god. Be Real. Hvað ertu eins og sjáuð 0% YouTube áhorfendur Mattías var að gera Be Real post. Be Real. Í kompani. Þetta er 44 karlakonum fyrir það sem voru ekki búin að fatta það. Skemmtilegt. Það er sko 4. Það er ekki bara 4. Það er aftur 4. 2 sinnum 4. Já, eru. Þetta er eina skipti sem við fyrir að gera bara 2. Samfélagspróf, 2 sinnum 4 eru. Það er rosalegt, sko. Hvað veistu ekki hvað 2 sinnum 4 eru? Jú, 2 sinnum 4. Það veit það allir. Hvað? 8. Já. Tók þið svona langan tíma að svara þetta? Nei, ég var afsakið þetta. 2 sinnum eru 4. Í 44. Hvernig er eiginlega logo og Be Real? Er það bara titillinn? Já, það er ljótt, sko. Hversu fucking tónlegt er það? Það er bara svona. Djúklega er þetta eitthvað leiðin. Svona. Þetta er bara eins og Cards Against Humanity titill. Bara titillinn. Þetta er minimalist. Já. Minimalist. Já, hvað? Ég er að taka Be Real hérna í kompani, sko. Já. Sent. Þannig já, þetta er bara Maggi og ég sem sjá þetta ekki. Jú, já. Núna væri örugglega góður tími til þess að taka mynd. Já. Arnmundur. Hvað? Ég er að tala við þig. Já, hvað er þetta Be Real? Að tala mig? Já. Það er rosalegt.
Nei, alveg, mér finnst það rosalegt. Það bara móðgandi hvernig þú tala við mig. Það tekur mér sem mjög tíma að upplata sig, annars ekki. Allavega. Já, eittu mér bara. Öldum áfram með þetta. Eittu mér. En að vera með smá tilkynningu að í næsta þetta karlakonum. Já. Það voru Q&A! Q&A og til þess að taka þátt, þeir geti prófa að senda okkur tölvupóst á karlakofin@gmail.com. Já. Þetta líka farið inn á Instagram story okkar. Þetta líka farið inn á kommentaði hjá TikTok, kommentaði á Facebook, kommentaði á Twitter, finna okkur og samfélagsmiðlum. Líka YouTube, þetta kommentaði YouTube og við erum fara að svara öllum spurningunum. Það getur við að slökta á kommentunum á YouTube út eða YouTube gerir það stundum. Já, og þá farið þið bara inn á aðra miðla. En þá vitið þið það. Við myndum minna okkur á þetta eða það ekki bara á Instagram líka eða það ekki bara. Jú, við erum bara að senda Instagram story eða ekki. Já, og eitt sem ég svolítið vonsvikið nefnir, sko, er að það eru eiginlega allir hlustendurnir ekki að fylgja okkur á samfélagsmiðlum. Já. Sem er sökjandi. Við segjum þetta í hverju mynd þetta, en við erum öll með það. Samt. Já, og kannski... Samt, ekki bara helstu fylgjarnir að fylgja ASO TV bara? Í stað fyrir karlakonum. Jú, nei, ég held ekki svo. Reyndar, eitt sem áhugast. Já. Sko, þetta er tekinu. Bara morgun. En, síðan núna beint eftir þess að þetta er tekinu upp. Þá fyrir við til New York. Já. Já. Við erum farið til New York. Bara eftir, sko. Bara eftir, já. Já. Það er rosalegt. Hvað er að gera þar? Við erum að taka upp auglýsingu. Já, við erum að taka upp auglýsingu fyrir karlakonum mitt. Þetta tekið upp í stúdíu í New York. Þannig að við fengum bara flug með þangað. Hvað er samt að gera í New York? Við erum frá að taka upp þessu auglýsingu. Já, hvað er þetta að gera í New York? Það er þetta, veist. Já, það er sko Empire State. Já, Empire State og Við erum bara að leita þess. Ekki eitthvað brú eða eitthvað? Nei. Jú, Brooklyn Bridge. Jú, Brooklyn. Já, reyndar, það er það. Við erum sko að tökast það á Brooklyn Nine-Nine. Já. Og tökast það á Friends, Seinfeld og How I Met Your Mother. Men það bara það eina? Ég hef farið til New York. Já. Mér finnst gaman, ég var á Caddyshack í New York. Já, Haldið því. New York. Ég var í hvað er fóðu ég að hverju Bronx. Já, Bronx. Ég var í Bronx. Inn á ykkur svona gömlu íbúðarhús í Bronx, eins og ykkur sitcomi. Og inni voru bara Caddyshack, Chevy Chase, Bill Murray og ykkur 2 öðrum. Þemalagið eftir Kenny Loggins. Já, en það er bara eitthvað... Það var rosalegt. En er það bara eitthvað algengt sem túristar koma til þess að gera í New York, eða? Já, þetta er Hálfur Caddyshack. Þetta var rosaleg stund. Hálfur Caddyshack. Já, ég veit ekki. Caddyshack er náttúrulega þetta besta. Ég veit ekki hvað mér finnst New York, sko. Frelsistittan, Empire State byggingin. Það frelsistittan, já. Matur þarna. Ég fór ekki á frelsistittan, sko. Já, Central Park. Og torgi líka hana. Times Square. Já, Times Square, já. Það er ótrúlega mikið fólk eins og ég á ferði í New York, man. En já, mér fannst skemmtilega í Boston, eiginlega. Já, Boston. Boston er eitthvað starf. New York. Þú hefur ekki farað þangað? Nei. Þú er bara eitthvað hangi LA, eða ekki? Ég hef ekki komið til Ameríku síðan ég var 5 ára. Við fættist nefnilega í Bandaríkjunum. Hann er innflytjandi. Já. Já, þess vegna ertu svo... íslenskur. Já. Sko talar hann svona íslenskur, hérna notar hann ekki málsvætti og orðatiltæki. Hann læraði aldrei. Það hann bjó í Bandaríkjunum. En eigum við að henda okkur í flugu, verðan sem Matti ég sá hvað að sleppa flugu. Já, það er alveg búin að þessi 40 myndir eftir hann. Og henda í 40 mínútur á þættinum. Já, og við erum eftir að fara í 2, þannig að já, ég held að við ættum að skella okkur í fyrstu fluguna. Núna. Kom inn. Já. Getur eitthvað aðstofa þig? Þú varst Ingimar Tómasson, forstjóri búseta, er það ekki? Jú. Jú, ég var að frétta af nýju lóðarnum ykkur í Vesturbæ. Já. Það er svona að byggja á.
Ég heiti Svein Bergsveinsson og ég með nokkur tillögur hvað að gera. Já. Fyrsta tillaga þetta hérna. Þetta hér hakakrossin. Já, nei, byrju. 8 hæða hár. Já. Og til að minna fólk á hvað þetta, út að fólk elskar gamla daga. En þetta til að minna fólk á að nútíminn betri. Nei, fólk að fara að miskla. Ég held ekki. Nei. Ok. Næsta tillaga svona. Það sem Alþingishúsið og Ráðhúsið verður rifið. Já, við erum bara með þessa einu lögveðsöfn. Byrju. Alþingishúsið og Ráðhúsið verður rifið og síðan verður byggð blokk sem skýjakljúfur sem lítur út eins og búið byggja Alþingishúsið 50 sinnum ofan á hvort annað. Já, nei, við bara höfum ekki þær lóðið, við höfum bara þessa einu lögveðsöfn. Þannig að þetta verður líka alltaf dýrst. Þessu þetta er módel af stóri tippi. Nei, takk, nei, ég ætla að segja nei. Nei, en þetta til að sýna hvað konur eru vandar. Ég hata konur. Já, og veitu hvað, eitthvað gluggar á þessu eða eitthvað? Nei, nema auðvitað á endanum á konginum. Já, nei, ekki þannig. Ok, og síðan seinasta tillagan mín hérna. Þetta, hérna verður húsið á lóðinni rifið og það verður byggnað í neðanjarðarblokk með engum gluggum. Það verður gras á lóðinni. Af hverju myndi einhver vilja búið það? Nei, við erum ekki að leita þannig. Ég verður að segja nei við þessu. Ég hata þig. Ok, gott að heyra. Sjáumst. Já, þetta var. Ok. Hvað núna? Já. Þetta var fyndið, sko. Þetta var fyndið. Já. Úlfur, þið fannst þetta að vera mjög fyndið. Já. Þú veist mér ekki hvað það var að taka upp, sko. Nei, ég veit ekki hvernig flugurnar eru. Nei. Það bara kemur þér ekki við. Gamli góði arkitektinn, alltaf að gera svona að finna hluti. Já. Það ekki. En við þurfum að tala eitthvað meira sem þetta. Já, við þurfum að tala, við erum svo sannlega. Erstu ekki með eitthvað lista eins og alltaf? Þetta leiðum bara að leita. Það ekkert búið að gerast hjá mér. Ok, við þurfum að tala eitthvað samt. Byrju. Ekki eitthvað sem við getum að tala Svona. Nei, ég skal leita things to talk about in podcast. Já. Svona ástæða þess að ég stöðu bara þöguglega að ég að bíða þangað til að þið segið eitthvað, sko. Það aldrei neitt að gerast hjá mér. Það aldrei neitt að gerast hjá mér. En hvað, ertu ekki að pæla í eitthvað? Nei. Hvað ertu ekki að fara í lift eitthvað? Hvað er málum með liftur? Hver bjóða þetta? Ertu að fara að gera liftur að einhverju umræðinni? Nei, dæmi bara lift. We get ready for 101 topics to talk about. Learning a new skill, events, class groups, book reviews and summaries, book recommendations, sport. Þetta sorglegt að svona til, sko. Já, sko, við erum öðruvísi lagar. Við nennum ekki að tala eitthvað svona, sko. Við ætlum að tala. Hér uppáhalds manneskjan ykkar en það má ekki, sem hefur ekki í nafninu þeirra. Örn Árnason, til dæmis. Já. Hann hefur ekki í nafninu sinu. Jón Gnarr. Rick Moranis. Það svolítið magna, sko. Hvernig hefur hann ekki Hann hefur ekki Já, hvernig hefur hann ekki í nafninu sinu? Hann svo típan til að hafa í nafninu. Já, ég er samanlega, sko. Lýsa hann að þetta heiti Egill Moranis. Egill Moldríki, eða ekki? Nei, hann á að heita eitthvað Baldvin eða eitthvað. Baldvin. Af hverju heitir hann ekki bara Rikki? Af hverju heitir hann ekki bara Rikki? Íslenska útgáfan Rík. Ríkharður Moranis. Nei, við þurfum að þýða Moranis yfir eitthvað Móri. Mórauður. Ríkharður Mórauður.
Ríkharður Móriði, þetta hljómar bara eins og víkingur. Hvað Chevy Chase á íslensku? Chevy Chase, hann svona Chevy bara bílategund nefnilega. Já. Chevy. Þetta skrítið nafn. Thomas. Þess vegna elska þetta nafn. Hver heitir hann Chevy Chase? Það gaman að segja Chevy Chase. Chevy Chase. Það skemmtilegt að segja Chevy Chase. Chevy Chase. Alveg svo hvernig gaman að segja Fletch. Já, það mjög gaman að segja Fletch. Það svona Fletch. Þetta Já. Í Fletch. Sko Chevy Chase, hann hét ekki fyrst Chevy Chase, hann hét eitthvað allt annað. Ammans kom síðan og byrjaði bara að kalla hann Chevy Chase. Og hann bara ekki að fokka, það náttúrulega mitt núna. Já, þetta gerðist nákvæmlega þannig. Úlfur vaknar. Og það eiginlega mjög margir staðir í Bandaríkjunum sem heita bara Chevy Chase. Og þetta var í einhverju ævintýri eitthvað, þetta eitthvað algengt, sko. Já. Já, þetta magna, sko. Clark Griswold í Multiversus. Hvað heitir hann íslensku? Haldu þið. Kári. Það Clark Griswold, hann heitir Kári Grímsson. Kári Grímsson. Jólafrí. En National Lampoon, hvað var það? Það er elgslugt. Elgslugt? Nei, National Lampoon er svona... Alþjóðlega. Nei, ekki alþjóðlega, þetta er national, er bara þjóðlega. Þjóðlega elgslugtin. Sko, Lampoon þýðir náttúrulega spúf, sem var svona... Ég veit hvað, ég ætla að kíkja í Oxford Dictionary. Skopstæling. Þannig að alþjóðlega skopstælingin jólafríð. Myndi það heita? Jólafrí alþjóðlega skopstælingur. Já, jólafrí. Þetta getur verið, jólafrí alþjóðlega skopstælingur. Heyrðu, en þarna eitt sem við glemdum að tala um. Jú, hvað? Sem við getum núna haft tíma og það er eitthvað eftir réttinum. Og það er, sem við tölum svolítið mikið með fyrra. Nema við vorum alltaf eiginlega búin með tíman þegar við ætlum að tala um það. Já, auðvitað. Það er alltaf magna, við höfum alltaf glemt að tala um þetta. Já. Við tölum alltaf gendanum, þetta er fyrir svartmál, en það er bara þegar þú drafst starfsmenn aflingu. Já. Og nú hefur við núna tíma, þú getur núna sagt okkur alveg svona. Þannig að hvernig gerist það? Ég fór hjá Eflingu. Já. Og ég fann hníf. Já. Og ég stakk mannin í bringuna. Hver var þetta? Ég veit það ekki. Af hverju samt? Hvenær var þetta? Mér leiddist. Hvenær gerðist það? Bara eftir að þú veist þarna Eflingsmálið var þarna gangi. Við byrjum að tala um þetta áður en þetta Eflingsmálið var, sko. Þannig að þú drafst starfsmenn Eflingu með hníf út þegar leiddist meðanótt eða eitthvað. Hún sé bara heim til henni helt áfram í lífi. Nei, þetta var ekki meðanótt, þetta var bara eftir að við vorum búin að taka kallakonan. Efling, hvað er eftir höfustöður Eflingar? Nei, sko, skilur, þið voru búin að segja, þú veist, að ég drap starfsmann hjá Eflingu. Já. Og þetta var bara svona, haha, funny grín, eitthvað katteveg, og ég hugsaði, hvað með að ég í alvörinu drepi einhverja manneskju frá Eflingu? Þannig að þú drafst ég alveg starfsmann Eflingu? Þannig að Eflingi greinir Guðrúnar. Ok. Já, ég veist það ekki. Fyrir núna hlusta mig bara, þetta er fyrstu viðbyrjum. Ég veist það ekki, sko. Þetta á hverju? Þannig að þú hefur myrkt mannesku. Já. Og hvað, langt ekki til fréttina? Ég er eins og young boy never broke again. Eitthvað, fúst aldrei yfirherslu eða eitthvað? Nei. Þú dráðu ekki þetta, þú getur verið handtekinn sinni kvöld. Þið getur verið að hlusta síðast að karlakofþáttinu með Úlfi. Já. Þannig já, ég held að þú getur bara sagt bless og hlustendur. Ég segi núna bless. Þið eru ekki, eða þú veist hvað, 10 ár. Já, við erum öll að hætta með þetta podcastið 10 ár, sko. Við fáum bara Magga. Hann kemur í staðinn. Já. Hvað er skrítið? Þannig að þetta var síðast eftir það. Hvort að verði ekki vika kvöldi. Matta er alveg saman með það. Hún er alveg saman og þetta er síðast eftir það. Það var skrítið í sjöta. Þetta sé alltaf þessi staður. Já. Hvað lítið að þýst Ísland bara. Þannig að þú veist ekki hvað starfsmaður þetta var? Nei.
Og er það alveg samandumál? Ég veit ekkert öflungu. Já, hvað hafið þið það alveg bara? Þetta var áhugavert. Þið biðuð eftir þessu í svo langan tíma og þetta bara ekkert sérstakt, sko. En það ekki segja að þú enda líf hjá manneski. Nei. Þú ert að fara í fangelsi fyrir þetta? Já. Ég var bara nauðgar í sturtinu og hvað með það? Hvað, ok. Já. Ef ekki að fljúa? Jú, ég held að við þannig að fara. Ég er bara ekki neinu stöð til að halda að fara með að tala, sko. Já, fljúa. Ekki bara ykkur að fljúa. Ég veit ekkert hvað hann gerir. Jæja. Hvað segir þú þarna, litli kall? Fyrir ekki, þakkið þig. Það nú loksins stund sem allir skáparnir eru ekki lausir. Já, ég ætlaði bara að fara að flytja með í stöðunar. Ég eiginlega hef ekki tíma til að tala við henni. Já, ok. Ég er líka nefnilega með henni í stöðuna. Já. Jæja. Það var maður komin í stöðunar, ha? Já. Nutta sér rassinn og titlinginn og bumbuna og lærinn og... Djöfnir þetta flotta fætur, hvað er rækt fyrir því? Hvað kemur það þar við? Við erum svo þærlega að tala við hérna. Ég þekki það ekkert. Já. Við skulum nú bara bíða og sjá. Ég ætla að fara til laugina. Ég get því. Jæja, þá er maður komin í pottinn. Ertu að elta mig það? Nei. Viltu hætta? Þetta er mjög óþægilegt. Djöfnir ertu með mikið að hárum. Viltu hætta þessu? Mér leiði mjög óþægilegt hvernig þú tala um þetta. Þú er með svona bringuðar. Ég ætla að fara í laugina. Af hverju geirvörturna þína brúnast? Ég ætla að fara í laugina, ég get því. Þetta er mjög óþægilegt. Nei, fitt að það sé þessu. Nei, hvað er að þér? Á ég að kvarta við samtlega á mér? Þetta er ekki lægi, sko. Þetta er bara mjög óðandi hefðan. Ég ætla að fara í laugina. Nei. Já, farðu þá í laugina. Já, ég er í lauginni. Og ég er í lauginni líka. Viltu ákveðu hóst í laugina á sama tíma og ég? Því að ég var að kalla í naflakútnum. Hver ert þú einu sinni? Ég er bara eitthvað gæður. Hafnarfirði. Já, ég ætla bara að fara upp. Ég er Nancy. Ég ætla að fara upp. Já, þá skal ég bara fara upp. Nei, þú ætlar að bíða hérna. Þú ætlar ekki alltaf með. Þú ætlar að bíða hérna. Hver sem þú ert. Bíddu hérna. Þú fær ekki fett. What do you think of Andrew Tate? Hey! Come back! Talk to me! Þetta eru alltaf skriti. Talk to me! Ég er farin. Þetta eru alltaf skriti. Jæja, elskan. Já. Hvernig var ég sundi? Já, einmitt, hvernig var ég sundi? Hvað ert þú að gera hérna? Hver er þetta? Þetta er eitthvað gæi sem var að elda út allt í sundinu. Ok. Já. Hvað, hleypti þú honum inn? Nei, hann bara leiddi sér alltaf eftir mér. Viltu fara í burtu? Ég er að fara að hringja lögregluna. Ég er bara svo hrifinn af þér. Já, viltu drulla þér í burtu? Þetta er ekki fyndið. Farðu út. I'm not going away. Hver ert þú einu sinni? Talk to me! Hver ertu? Talk to me! Sveinn. Já. Ég var að segja hvernig. Hver er þetta? Þetta er sonur okkar. Þetta er... Hann lítur út fyrir svona 20 árum eldri en við. Nei. Talk to me! Ég eignast hann. Talk to me! Ég sagði bara ég var feit. Do not walk away! Talk to me! Það er alveg sonur okkar. Hvenær var hann feitur? Talk to me! Talk to me! Hann lítur út fyrir 45 Já, þú er lítið að gera eitthvað að því. Talk to me! Ég hættur með þér. Pappa! Og ég ætla að byrja með honum. Pappa, talk to me! Hvað, það þetta verið svonur okkar? Pappa, Elskan, við ætlum að flytja. talk to me, pappa! Við ætlum að flytja, elskan. Andrew Tate is a man against society. Hvað er að gera? Talk to me! Já, þetta var flug. Já. Ég er bara ennþá í sjokki eftir hvað Úlfur sagði, sko. Ekki, Úlfur hætti tímanum. Hætti síma. Hann er að googla hversu lengi hann þarf að vera í fangelsi. Nei, ég er bara að googla hverju eru líkurnar að vera nauðgaður í sturtunni. Ok, Úlfur, hættum að tala um þetta. Það er síst.
Ok, nei, ég drap ekki starfsmann Nei. hjá Eflingu. Það var allt saman plat. Já. Þú í alveg fjælst fyrir þessu, Örmundur. Oh my god. Nei, þetta var planið fyrirfram sem svona... Áttu ekki planið við eitthvað bara, ég man það ekki. Jú, við ættum að gera, þú manst það ekki. Við vorum búnir að gera það alveg margoft. Já, nei, það þóttur, hann kom ekki út. Já. Hann týndist mann sig, það var lokaðaturinn. Hann kom að trú út. Já. Þannig já, þetta er klúður. Klúður. En svona Klúður, gerist. það er náttúrulega dansku sábabrann hana. Já. Já, þetta var klúður, en þannig já, þetta var eitthvað sem ákveðum fyrir nokkrum mánuðum að enda hvert þátt á okkur svona gríni að Úlfur draf sér öfningu og núna erum við búin að enda þetta grín hér í dag. Já. Það hefði ekki verið svona fyndið að þetta verið endalaust. Já. Það var alltaf að búast við þessu. Já. En núna þarf eiginlega þátturinn að vera komin að enda. Já, það fyrir að setja sig aldrei. Ég bara hef ekkert meira að segja. Já, saman ekki. Það er ekkert búið að gerast í þessari viku. Fyrir utan bara hreiðverka Hvað erum við að tala um? skot árás á sprengju hótun á Keflavíkurflugvelli. Já. Og það er ekki verið fyrir að þetta spila lög. Bara lög, skilu, það þarf ekki að vera eitt lag. Þú veist, tvíðið að spila venjulega svona 2 lög, skilu. Nei, ég held að það sé bara að finna að spila þetta. Ok. Við erum ekki á þetta langt. Allavega. Þannig að við segjum þetta gott. Takk fyrir að hlusta. Og horfa fyrir ykkur að fá og sendi afsakið þetta. En að sendi þarna okkur spurningar fyrir næsta átt á miðlum. Við minnum á, við erum á öllum helstu samfélagsmiðlum og til dæmis TikTok, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Við erum enda ekki með karlakvað TikTok en sem okkar eru á TikTok. Jú, við erum að karlakvað TikTok. Já, okay. Það er nýtt. Það er líka komin nýr auka áttur sem heitir lesnar lýsingar og karlakvátum. Hlusta á hann. Áhugavert. Og við skulum fara að segja þetta gott. Já. En fyrst smá loka orð frá lagin okkar. Nei, við ætlum fyrst að heyra áður en við fyrir mig lag. Það ætlum að heyra lítið loka orð frá Úlfi. Gjör svo vel. Já. Ég er þreyttur. Já, takk fyrir þetta. Og þá fyrir við í eitt lag. I'm in love with you. Should I justify? Out of the blue, and the rubber band man with the rubber man touch. Out of the blue, love is such. Rubber band man with the rubber band back. You the one to get me back on track. Should I know why? I'm in love with you. Should I justify? Out of the blue, everybody told me what they shouldn't do. I haven't got the rubber, I haven't got the glue. I'm doing what I'm doing, I'm doing fine. The rubber band man, line up mine. Should I know why? I'm in love with you. Should I justify? Out of the blue.